Ferming merkur áfangi á leið unglings til fullþroska einstaklings. Til undirbúnings borgaralegra fermingar hafa börnin sótt 12 vikna námskeið á vegum siðmenntar. Börn sem búa utan höfuðborgarsvæðisins hafa í stað þess námskeiðs sótt 2 löng vinnusöm helgarnámskeið. Á námskeiðum okkar hefur hver tími verið helgaður ákveðnu efni með námsgögnum og umræðum, en það eru gagnrýnin hugsun, siðfræði, unglingar í neyslu- og auglýsingasamfélagi, fordómar og fjölmenning, samskipti unglinga og fullorðinna, sorg og sorgarviðbrögð, hverju getur maður trúað, hamingjan og tilgangur lífsins, sjálfsmynd og samskipti kynjanna og skaðsemi vímuefna. Hópur foreldra hefur í sameiningu undirbúið þessa athöfn og einnig hafa börnin sjálf átt drjúgan þátt. Og muni hér í dag flytja fjölda atriða, tónlist, ávörp, upplestur og dans. Vonandi verður þessi dagur hátíðlegur og eftirminnilegur, dagur sem fermingabörnin og við öll minnumst með ánægju, stolti og gleði. En við skulum ekki orðlengja þetta meir. Þú stendur aleinn sem ímynd hins fasta og óskelfdur horfir á brimþunga rasta. Þú geigvænna atburða vitni hefur verið, válegra slysa við brimgnúið skerið. En sjálf ég barn, reyndar fyrrverandi barn sem stóð einu sinni frammi fyrir þeirri ákvörðun, hvort ég ætti að fermast. Það var áður en siðmennt var til. Ég segi ekki meir um það. Ég sló þessari ákvörðun á frest. Mér fannst þetta eitthvað svo mikilvægt og ég tók þessi svo alvarlega að ég gat ekki ákveðið mig. Þannig ég fermdist ekki með krökkunum í bekknum, tók mér auka ár til þess að hugsa málið og hugsaði. Þangað til fjölskyldan fór að beita með svona nettum þrýstingi, ekkert ofbeldi, bara svona nettur þrýstingur, megum ekki halda veislu og vilt ekki fá ný föt og svona, þetta verður bara gaman og endilega ekki skeraði of mikið úr. En ég var eitthvað svo pasturslítil að ég fermdist á endanum í kirkjunni og svo var haldin veisla og þá komu gömlu frænkurnar og gáðu mér alls konar drasl og ekkert af því að... Ágætu fermingabörn, fjölskyldur þeirra og vinir. Til hamingju með þennan mikla gleðidag sem svo sannarlega bjartur og fagur. En þó það sé bjart úti þá verði ég að segja að mér finnst birtan enn meiri hér inni og fæ eiginlega ofbyrt í augun þegar ég lít yfir salinn. Eins lengi og menn muna og sjálfsagt miklu lengur hefur það tíðkast meðal allra þjóða hvar sem á jarðarkringlunni
að staldra við og halda það hátíðlegt með sérstakri athöfn eða vígslu þegar bernskunni lýkur og viðtaka unglings- og fullorðins ár. Formið á þessum athöfnum jafn mismunandi eins og siðirnir eru margir og það líka misjafnt hvenær talið rétt að líta svo á að þessi umskipti hafi orðið eða sé að verða. Þetta ekki bara eitthvað eitt sem gerist í einu vetfangi. Hver og einn tekur sér þann tíma sem hann þarf. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Mér hafði alltaf langað til að fermast og það var bara eftir að ákveða hvernig. Einfaldast hefði verið að fermast kirkjulega með öllum vinkonum mínum. Svo hefði ég líka getið valið fermingu að hætti frumbyggja Afríku, en þá hefði mér hugsanlega verið kastað ofan á turni eða verið látið á flóandi kolum. Kosta Ríka er að öllu leyti frábrugðið Íslandi. Það eru einungis 2 árstíðir, þurrtímabil og regntímabil. Skólaárið byrjar í febrúar og endar í byrjun desember. Sumarfríin í desember og janúar. Og í skírteininu stendur: Það von okkar að þú muni færa þér í nyt á fræðslu og leiðsögn sem þú hefur fengið og verðir víðsýn og heilsteypt manneskja. Vertu velkomin í hópinn af fullorðnu með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir. Þengill Þór Vilhjálmsson, Þormóður Bessi Kristjánsson, Þórir Sigurjón Sigursson og að síðustu Þórunn Margrét Sigurðardóttir.